bara, Hérna sérðu, hérna, á, hjá okkur sko. já, það er hérna, það er öryggt að það sé kom. Öryggt að það kom ekkert svona notification eitthvað. Já, nákvæmlega. Þetta er alltaf undir kontról. Það er ekki, En þú myndir bara hafa mjút og bara þangað til að, það verður bara mute, já, þangað til að,
Góðan dag og velkomin á Menntamorgun ferðaþjónustunnar. Það eru hæfnisetur ferðaþjónustunnar og SAF sem standa þessari fundaröð og í dag ætlum við að beina sjónum okkar að nýsköpun í ferðaþjónustu. Við höfum fengið frábæra fyrirlesara með okkur í dag sem ætla að deila reynslu sinni og þekkingu okkur til fróðleiks og hvatningar. Ég heiti Jóna Valborg Árnadóttir og starfa hjá hæfnisetri ferðaþjónustunnar. Mér langar að hvetja ykkur til að setja inn spurningar hér í spjallið eða athugasemdir og við reynum að svara þeim í lokfundar. En hefjum þá bara leikinn og mér langar að byrja því að kalla Ragnar Fjalar Sævarsson fyrstan á svið. Hann er ráðgjafi í nýsköpun. Gjör svo vel. Takk fyrir frábærar móttökur. Góðan daginn, kæru fundagestir. Ragnar Fjalar heiti ég og ég var beðinn að halda örstutt erindi nýsköpunarferlið hérna á þessu fallega menntamorgni ferðaþjónustunnar. Ótrúlega jólalegt og maður svona bara kemst við þegar maður var á leiðinni hérna í umferðinni í Reykjavík. Það er óhætt að segja að við lifum á óvissu tímum og tímum hraðra breytinga og ég held að það sé líka óhætt að segja að nýsköpun hafi jafnvel aldrei verið jafn mikilvæg og akkúrat núna. En vindum okkur í þetta. Sjá. Ég ætla að byrja að kynna mig stuttlega. Ég heiti sem sagt Ragnar Fjalar og ég er ráðgjafi á sviði nýsköpunar. Ég kenni mastersnemum í HÍ, nýsköpun og viðskiptaþróun og sit í fagráði Rannís og svo er ég einnig meðfram ráðgjöf og kennslu í doktorsnámi. Þar sem ég er að skoða og rannsaka nýsköpun fyrirtækja. Þannig að það er mikil nýsköpun í mínu lífi. Ég var sagt beðinn að halda hérna 10 mínútna erindi nýsköpun og 10 mínútur svo sem er ekki langur tími en ég ætla svona að reyna að vera kannski ekki of fræðilegur á þessu 10 mínútum, frekar halda þessu á praktísku nótunum og svona á þessum 10 mínútum þá langar mig til þess að svona reyna að vekja ykkur til umhugsunar mikilvægi nýsköpunar og svona hvernig mögulegt er að nota nýsköpun í daglegu starfi og fara svona sérstaklega yfir nýsköpunarferlið. En hvað er nýsköpun? Við byrjum bara þar. Nýsköpun er náttúrulega feikilega vinsælt orð sem stjórnmálamenn, stofnanir og fyrirtæki nota mikið. Nýsköpun er náttúrulega ótrúlega breitt hugtak, nær yfir breitt svið og kannski að mörgu leyti svolítið óáþreifanlegt. En ef þú myndir til dæmis spyrja 10 manns hvað er nýsköpun, þá myndir örugglega fá 8 mismunandi svör. En ég hef skoðað margar skilgreiningar og mér líst einna best á þessa hérna, the introduction of something new, eða bara einfallega eitthvað sem er nýtt. En af hverju er nýsköpun svona mikilvæg? Það eru þættir í ytra umhverfi sem að kalla stöðugt á sífellt hraðari breytingar á neysluhegðun fólks og í því felast náttúrulega bæði tækifæri og ógnanir og ef við skoðum til dæmis ógnanir sem að gætu stafa að tæknibreytingum þá til dæmis Facebook að kynna núna mjög metnaðarfullar áætlanir nýjan tækniheim þar sem við erum að tala sýndarveruleika eða virtual reality sem gæti mögulega gert fólki kleift að ferðast heima í stað þess að fara á milli heimshluta. En það er líka tækifæri þar og til dæmis að þá væri hægt að sjá fyrir sér með gagnauknum veruleika eða augmented reality
möguleika á því að búa til einhvers konar ratleiki eða leiðsögn á ferðamannastöðum. Þannig að það felast alltaf bæði tækifæri og ógnanir í öllum breytingum. Ytri þættir þeirra hafa líka afgerandi áhrif á samkeppni og eftirspurn og nærtækasta dæmi það náttúrulega COVID. En annað dæmi það gæti til dæmis verið aukin hagsæld í Asíu sem hefur haft í för með sér algjöra sprengju í ferðalögum frá Asíu til Íslands. Svo erum við náttúrulega líka með samfélagslega ábyrgð og umhverfisvitund. Þessir þættir alltaf að verða mikilvægari og mikilvægari og við erum nýbúin að sjá COP26 klárast. Það verður mjög áhugavert að sjá hvaða ógnanir og tækifæri verða í framhaldinu af því. Þau fyrirtæki sem að stunda samfellda nýsköpun, þau eru að mörgu leyti miklu betur í stakk búin til þess að takast á við þessar breytingar. Því þau eru alltaf að fást við að breyta hugmyndum og hrinda hugmyndum í framkvæmd og eru, má segja, þannig í góðri þjálfun til þess að taka á móti breytingum. En rannsóknir hafa sýnt að nýsköpun, hún leiðir til aukinna framleiðni á nýjum lausnum, hún opnar nýja markaði, hún hefur jákvæð áhrif á starfsfólk og leiðir líka til aukinna framleiðni á núverandi framboði. Í stuttu máli leiðir nýsköpun til aukinna samkeppnishæfni til lengri tíma. En hvað fellur undir nýsköpun? Það má segja að allt frá hugmynd og að upplifun viðskiptavinnar falli undir nýsköpun. Þannig að þetta er langt ferli, nýsköpunarferlið. Með þessari glæru hérna þá er ég svona að leitast við að skoða nýsköpun úr aðeins meiri hæð, skoða ferlið í heild sinni og það er náttúrulega nokkuð ljóst að öll fyrirtæki þau fara í gegnum nýsköpunarferlið á einn eða annan hátt, meðvitað eða ómeðvitað. En með því að skoða þetta svona úr aðeins meiri hæð að þá fáið þið kannski svona aðeins meiri og betri yfirsýn yfir nýsköpunarferli í heild sinni. Þetta er sem ég set fram hérna, má segja kannski sé svona einfaldasta útgáfa af nýsköpunarferlinu og það má skipta þessu í 3 þrep. Í fyrsta þrepi að þá söfnum við hugmyndum og við metum, þróum og veljum bestu hugmyndirnar og við búum til aðgerðaráætlun. Í öðru þrepi þá hönnum við frumgerðir eða minimum viable products eða minimum viable services. Við gerum prófanir, við reynum að gera mistök, hratt og ódýrt eða fail fast and fail cheap. Við leitum að viðskiptavinum sem oft kallað á ensku customer discovery og í þriðja þrepinu þá látum við viðskiptavinni sannreyna hugmyndir sem oft kallað customer validation og við markaðssetjum og við skölum upp. Bilið sem við erum með á milli þrepanna, það sýnir hvar í ferlinu við getum staldra við, getum metið árangur og metið hvort það sé ástæða til að endurtaka síðasta skref til að ná betri árangri þar. Hérna er annað nýsköpunarferli þar sem við höfum bara fleiri í grunninn það saman en við höfum fleiri skref og fleiri staði í ferlinu þar sem við getum staldra við og metið árangur. Og hér er þetta fyrst og fremst spurningu það hvar við viljum staldra við í nýsköpunarferlinu og hafa það möguleika að því að koma tilbaka og gera betur. Og að lokum er hér sama nýsköpunarferlið en það er sett upp sem hringrás því að samfelld nýsköpun yfir lengri tíma, hún krefst alltaf reglulegs endurmats og hugmyndin með þessum 3 flæðiritum er að, og þau eru náttúrulega bara mjög einföld, en hugmyndin er sú að þau geti auðveldað ykkur að fá betri yfirsýn og betri stjórn á nýsköpunarferlinu.
og svona meira meðvitaðri stjórn. Nýsköpun langhlaup. Starfsfólk, það þarf sameiginlegan leiðarvísir. Allt starfsfólk, það þarf að vita hvert ferðin heitið og sko nýsköpunar stefna, hún þarf að gera flókin, þó hún hljómi flókin, heldur miklu frekar einfaldur leiðarvísir það hvernig fyrirtæki ætla sér að stunda nýsköpun til lengri tíma. Og þetta svolítið svona eins og þegar þú ert ætlaðir að fara að hlaupa maraþon og þú verður aldrei hlaupið 5 km. Það of mikið, það of fljótt, það verður vont og hættir. Byrja frekar rólega og búa til vana og auka svo smátt og smátt við. Nýsköpunar átak svona svipað og megrunar átak, við vitum öll hvernig þau enda. Hérna alveg í lokin að þá langar mig til þess að minnast að 3 þætti sem skipta sköpum við nýsköpunarstarf og þetta eru mikilvæg hugmynda eða ideation process, þetta mikilvæg starfsfólks eða innovation culture og þetta mikilvæg samstarfs eða open innovation. Við höfum kannski ekki tíma í dag til að fara yfir þessa þætti, kannski seinna, en mér langaði samt til þess að hafa það með hérna vegna þess að þeir eru algjörlega afgerandi fyrir árangur og þegar kemur að stjórn nýsköpunar. En annars þá bara þakka ég fyrir í dag. Þetta var mjög stutt skorinort. Ég svona vanur þegar ég að kenna mínum nemendum að hafa 40 mínútur í hverju lotu en það er mjög skemmtilegt að fá að fást við þetta á 10 mínútum. Takk hérlega fyrir. Kæra þakkir, Ragnar. Já, það er heilmikil áskorun að segja frá nýsköpun á 10 mínútum. Vel gert. Já, ég var svona að hugsa aðeins, þú varst að tala og ég held við getum öll tekið undir það að svona í tengslu við nýsköpunarferlið að það er ekkert mál að fá hugmyndir. Það er hins vegar þegar kemur að framkvæmdinni sem reynir á, ekki satt? Já. Takk fyrir þetta. En þá er næst hér upp á svið Auður Vala Gunnarsdóttir. Hún er eigandi að Blábjörgum Resort og hún hefur nú góða reynslu af því að sjá hugmynd verða veruleika. Gjör svo vel. Já, góðan daginn, ágætu fundagestir og bara takk fyrir að fá að vera með ykkur í dag og takk fyrir gott erindi, Ragnar. Ég heiti Auður Vala og er Gunnarsdóttir og ég kem allavega frá Borgarfirði Eystra. Og já, þetta er ekki eins og réttur stað hérna glæðran. Sjá. Afsaki. Nei, þetta nú við. Sjá, hvað gerir hérna? Já, þið fá bara svona skroll yfir þetta allt saman. Fyrir mögulega leið. Og byrju, ég ætla bara að þetta virka ekki. Já. Og hérna, já, sem sagt, ég er fyrirtæki á Borgarfirði Eystra sem heitir Blábjörg Resort og ég náttúrulega get ekki verið lengra frá okkur eins og við erum hérna á Borgarfirði Eystra, alveg á eystra enda hinum en landinu. En sem sagt, ég rek þetta fyrirtæki ásamt eiginmanni mínum, Helga Sigurðssyni og það sem við höfum verið að byggja upp er ferðaþjónusta sem er opin allan ársins hring og margir mjög hissa á því. En við höfum mjög mikið metnað fyrir því sem við erum að gera og þetta byrjar rauninni bara sem áhugamál. Við keyptum gamalt frystihús sem var líka sláturhús og við höfum ekki hugmynd hvað ætlum að gera. Og þá byrjaði rauninni bara ævintýrið.
Við vorum bæði í annarri vinnu og maðurinn minn ennþá í sinni vinnu en ég komin meira yfir í þennan rekstur og þetta alveg nýtt og mjög skemmtilegur bransi, ferðaþjónustan og við tókum bara okkur til að byrjum að gera upp þetta frystihús og það var heilmikil vinna. Við kaupum 2006 og við opnaðum ekki fyrir 2011 og í dag erum við með gistihús, við erum með íbúðir, litla stúdíuíbúðir við sjóinn, við erum með stærri íbúðir, við erum með veitingastað og síðan 2016 þá fórum við með þess enn lengra og þá keyptum við eitt elsta hús bæjarins sem er gamla kaupfélagið og við byrjum að gera það upp fyrir rúma ári síðan og erum bara fullu í því. Þannig að við höfum svolítið tekið að okkur þessi menningarverðmæti í byggðarlaginu að mínu mati. En svo allir vita þá kaupfélagið, frystihúsin, þetta var hjarta allra atvinnustarfsemi okkar litlu sjávarplássa hér áður fyrr. Og allar þessar byggingar lágu undir skemmdum og enginn vissi hvað átti að gera við þar, þannig að við bara tókum svolítið upp á okkar arma. Og við höfum bara haldið þessari uppbyggingu og við þegar í gamla kaupfélaginu þá erum við að framleiða sterkt áfengi. Við byrjum með brugg og við verðum með ölstofu og ætlum síðan að byggja á sögu landans og á sögu kaupfélagsins. Þannig við erum að vinna mjög mikið með menningarverðmæti og allt sem við höfum viljað vera að gera, það snerti sögu Borgarfjarðar. Það er að gömla atvinnustarfsemi, svo bara þetta fallega landslag, gönguleiðir, fjöllin, fegurðin, kyrrðin og svo menningin. Mikið af okkar nýsköpun hugmyndum hafa í rauninni komið út frá því sem við höfum verið að vinna með. Það er bara einhvern veginn bara allt farið af stað og ég þakka því eiginlega bara þessu litla sjávarplássi sem hefur bara gefið manni þessi tækifæri til þess að vinna. Og til dæmis þessi glæra hér, hún er bara til dæmis ein hugmynd sem ég fékk og það var bara farið næstu vel til Írlands, keyrt allt Írland, hugmyndin komin. En ég tek alveg undir með Ragnari, þetta er ekki alveg svona einfalt að fá hugmyndina því svo þarf að framkvæma og gera alltaf þessa aðgerðaáætlun og svo framvegis. Og það sem er kannski líka ítt okkur svolítið í þessa vöru þróun er líka staðsetningin okkar þarna á Borgarfirði. Við þurfum bara að treysta mjög mikið að sjálfu okkur. Það tekur okkur alveg 2-3 daga að fá vöru til dæmis austur á land, allavega Borgarfjörð. Og það hefur líka ítt okkur í þetta sem við erum að gera og þá vil ég líka meira sjálfbærnina. Ég er opaslega upptekin að þessu sjálfbærnishugtökum og við erum komin langt á þeirri leið. Ég vil bara verða eins sjálfbær þarna á Borgarfirði og ég mögulega get. Og allt þetta hefur fundist vinna saman. Að það er þessi nýsköpun, vöruþróun, sjálfbærni til að gera okkur það sem við erum í dag. Og til dæmis að ég setti þessa glæru líka upp því að í COVID við nýttum það mjög vel. Þegar margir settu sína starfsmenn á hlutabótaleiðir að þá fengum við starfsfólki í lið með okkur. Að okkur fannst bara kjöru tækifæri til þess að taka bara fyrirtækja svolítið í gegn. Það hefur stækkað svolítið hratt miklu hraðar heldur en við kannski réðum við. Og þá fórum við í svolítið naflaskoðun og bara með fyrirtækið. Hvert viljum við fara með fyrirtækið? Hver er framtíðarsýnin? Hvernig getum við orðið eins sjálfbær og við getum og hvað getum við framleitt og bara hvar viljum við sjá fyrirtækið. Eitt af þessum hugmyndum sem kom þar er til dæmis að við erum að fara að stækka við fyrirtækið. Ég er með spa sem er löngu sprungið, við erum að stækka það 250 fermetra, við erum að bæta við 9 hótelherbergjum ásamt vöruþróun sem tengist spainu, sem tengist á þessu lífríki sem er í kringum okkur. Þannig ég myndi segja að síðustu 3 árin þá hafa hugmyndin okkar, allar þessar hugmyndir sem við verðum að koma með, verið að taka flugið. En þetta tekur allt tíma. En við erum farin að sjá árangur.
Við erum fara að sjá vörur okkar í til dæmis í ríkinu, þeir sem kannski kannast við landan, að þá höfum við gert mikið úr honum. Við erum að vinna með margar aðra hugmyndir sem að líta dagsins ljós bara með vorinu á næsta ári og við vinnum mikið með samfélaginu fyrir austan og þá vil til dæmis nefna að til dæmis veitingastaðurinn, það allt innan fjórðungsins nánast í boði þar. Við gerum allt sjálf eins og mikið við getum. Við erum komin í klasavinnu með smáframleiðendum og í samvinnu og mér finnst það ofsalega mikilvægt að geta líka tekið þátt í þessu og líka dýrmætt að fólki fara að leita til okkar sem segir okkur að við erum að gera eitthvað rétt og maður vil náttúrulega gera Austurland að sterkum áfangastað. Nú helstu áskoranir þegar við fórum í þessar vöruþróanir og nýsköpun að okkur fannst við náttúrulega bara geggja hugmyndir. Hverju finnst maður ekki vera með góðar hugmyndir nema manni sjálfum? Og við fengum mjög góðan stuðning á Austurlandi. Við, eins og margir aðrir, að þá sóttu við náttúrulega styrki. Það alltaf gott að fá hjálp. Það auðvelda framkvæmd og það hraðar ferlinu. En það sem kannski kom okkur mest óvart að við höfum ekki hlotið áheyrnar stærri sjóða. Við fengið góðan styrk frá uppbyggingarsjóð Austurlands, brothættu byggðum, en stærri sjóðum þá höfum við ekki hlotið hljómburinn. Og svo bara svona smá ádela þá sér maður það eru sem sagt opinberar stofnanir sem fá styrki og svo vel stöndu fyrirtæki á Íslandi. Og ég saknaði svolítið að sjá þessi litlu fyrirtæki sem eru líka að reyna að skapa sér sögu og sérstöðu. Og okkur finnst það svona kannski okkar stærstu áskorunni, en kannski bara voru hugmyndir okkar ekki það góðar eða þá kannski ekki fengið þannig hljómgrunn sem við vildum, en það eru samt að virka vegna þess að við erum komið það langt með margar hugmyndir og fólki fara að koma á Austur- og Borgarfjörð til þess að upplifa það sem við erum að gera. Og svo annars sem að ég vil svona benda fólki á að þegar maður með góðar hugmyndir og hugmyndaríkur, að það kannski að vera ekki með ómargar hugmyndir. Ég segi þetta gannu upp, þarna allt á bjórinn okkar og þetta tengist allt vættasögum á Borgarfirði og ég hef þurft svolítið að læra að trappa mig niður. Og nú ég orðin reynslunni ríkari, þegar nú ég með svona áætlanir, en ég þarf að bíða með þetta, ég ætla að byrja þessu næsta ári. Og þú veist, og þetta, mér fannst þetta eiginlega stærsti lærdómurinn. Og sérstaklega með svolítið ofvirkur, að þá bara, En það líka gaman og mér finnst líka skemmtilegt að þú veist, þetta ekki alveg beinn vegur, þetta svona með hlykkjum og svolítið hólum, en það gaman að yfirstíga þessar hindranir og læra og náttúrulega mesta gleðin þegar maður sér vörurnar sínar verða veruleika og það kannast örugglega flestu við sem að hafa farið í þessi ferli. Þannig að með okkar nýsköpun að þá hefur þetta bara gerst svolítið með okkar sögu og með sögu Borgarfjarðar og bara því sem við erum að gera þar og framtíðarsýnin okkar á Borgarfirði að búa til fyrirtæki sem verður eftirsóknarverður til að heimsækja. Blábjörg verði áfangastaður á Borgarfirði eystra og fólk getur komið og dvalið í 2-3 daga og jafnvel lengur. Þannig að og ég finn það með okkar nýsköpun og þeirra uppbyggingu sem við hefur að gera, þá erum við á réttri leið. Og ég bara, þú veist, og ég hef svo mikla trú á því sem ég að gera með starfsfólkinu mínu, frábært starfsfólk sem að ég tek með mér í allt, að það líka trúin. Ég held að maður komi svo langt á henni, þannig að þið sem með hugmyndir, verið sjálf ykkur samkvæm, trúið að sjálf ykkur, bara let's go. Takk fyrir mig. Takk fyrir, Auður Vala. Ég tók margt úr þínu erindi og mér fannst frábært að þú talar styrkjaumhverfið. Það getur nú kannski verið svolítið snúið. Og þú talar hólur og hindranir, en samt allar þessar hugmyndir og halda bara áfram, let's go. Og það akkurat það sem að frumkvöðlinn þarf að búa yfir, sá sem í nýsköpun eða sísköpun, hann þarf bara að halda áfram. Og það líka annað sem að ég tók eftir, af því þú talar Ragnar jákvæð áhrif á starfsfólk, nýsköpun hafi jákvæð áhrif á starfsfólkið. Og mér langar svolítið Auður Vala og kannski bara við fleiri hér sem sitjum fyrirlesarar, að
kannski gefst okkur tími til að skoða það eins og eftir, hvaða áhrif, af því þú talar Auður, að þið hafi í raun unnið þetta með starfsfólkinu, sett ykkur framtíðarsýn, hort fram á við, hvert við að fara, hvert viljum við fara og fyrir svæðið allt. Þannig að það er mest áhugavert að við skoðum það eins. En ég ætla ekki að tala meira því að næst á svið hér Ragnhildur Ágústsdóttir og það er gaman að segja frá því að Ragnhildur stofnandi og eigandi Icelandic Lava Show og fyrirtæki hlaut á dögunum nýsköpunarverðlaun ferðaþjónustunnar sem veitt voru við hátíðlega athöfn en það er SAF sem stendur á þeirri viðurkenningu. Og ég segi bara til hamingju Ragnhildur og velkomin hingað. Ég heyrði þér segja að það væru endalaust tækifæri einhvern tímann, þannig að ég hlakka til að heyra. Ég held ég sé komið með þetta. Það ekki? Já, góðan daginn og takk fyrir að taka á móti mér. Ég heiti Ragnhildur, eins og kom fram, og ég sem sagt annar stofnandi Icelandic Lava Show. Hinn stofnandinn maðurinn minn og hérna eins og kannski yfirskrift erindisins ber með sér að þá sem sagt hugmyndin okkar mjög bara svolítið klikkuð og það voru margar efasemdaraddir þegar við vorum að fara af stað og mér langar aðeins bara til þess að segja ykkur frá þeirri vegferð og eins og hérna hinnir sem eru búin að tala eru búin að segja 10 mínútur ekki langur tími, ég ætla að gera mitt besta, ég með alveg höga glærum en lítið að texta þannig að hérna, ég ætla að hlaupa svolítið í gegnum þetta. En sem sagt, fyrir þá sem ekki vita hvað Icelandic Lava Show að þá þetta í raun og veru alvöru hraunsýning þar sem að við, sorry með mig mær, þar sem að við hérna sem sagt bræðum hraun, alvöru hraun, upp í 1100 gráður og hellum því svo inn í sýningarsal fullum af fólki. Og þetta gerum við sem sagt innanhús, þannig að þetta er svolítið svona, og hugmyndin raun og veru upprunalega komið út af því að gera fólki kleift að upplifa bráðir hraun með öruggum hætti í návígi. Ok, og hugmyndin hún kviknar sem sagt upprunalega á, þetta virkar ekki. Hugmyndin kviknar upprunalega á Fimmvörðuhálsi. Og eins og kannski flestir muna, allavega Íslendingar, þá var þetta gos náttúrulega rosalegt. Það var sem kom mánuð á undan Eyjafjallajökulsgosinu sem stoppaði alla flugumferð. Og við hjónin vorum svo stálheppin að komast þarna upp eftir og verða vitni að þessu. Og þetta var ólýsanlegt og ég meina þið sjá bara þessa mynd þarna fór rauðglóðandi hraunið og fossaði niður í gilið og þetta var allt saman í fullkominni andstæðu við snjóinn og þetta var bara sturlað og við vorum strax bara vá, það væri svo geggjað ef það væri bara stanslaust eldgos á Íslandi, bara eins og Hawaii, það væri bara svona geðveikt mikill túrismi sem gæti verið í kringum það. Og svo í kjölfari fórum við strax að ræða bara, heyrðu, þú veist, af hverju gerum við það ekki bara endurskupum þessar aðstæður, af því eldgos eru náttúrulega frekar óútreiknanleg. Þannig að þessi hugmynd kviknaði strax þá 2010, en svo liðu nú ansi mörg ár og við vorum svona velta fyrir okkur, við erum bæði viðskiptafræði menntuð og höfum enga verkfræðikunnáttu eða þekkingu á jarðfræði eða nokkuð slíkt, þannig að við vorum kannski ekki endilega mestu sérfræðingarnir, en 2015 haustið þá komumst við sem sagt að því að það væru 2 vísindamenn í Bandaríkjunum sem voru að bræða hraun í vísindaskyni og ég bara geggjað, bara pantuðum flugmiða, flugum út, hittum þá, sögðum þeim hvað okkur langaði til að gera, spurðum hvort þið vildu vera með og þeir bara, já, þannig að það var það sem gerðist og þá tókum við stökkið. Þá sem sagt, haustið 2015 tók maðurinn minn þá ákvörðun og við í sameiningu að segja sínu starfi upp og frá áramótunum 2015-2016 fór hann sem sagt fulltime í þetta og planið okkar var að opna í apríl 2016. Eins og búið að koma fram þá framkvæmdin það erfiða í þessu öllu, það gekk ekki eftir. Aftur á móti að þá fórum við í Gullleggið þarna strax eftir áramótin og náðum þar fínum árangri, vorum síðan valin sem eitt af 10 teymum í Startup Reykjavík.
það sumar og endum til dæmis það ævintýri á að vera með, það er alltaf svona Investor Day eða svona demodagur í lok Startup Reykjavík og þar flugum við inn, þetta sagt hann Bob, brjálaði vísindamaðurinn frá Bandaríkjunum, flugum hann inn og fengum hann til þess að hjálpa okkur að bræða 1 lítra af hrauni og hella þið yfir ísklump, þetta svona að leika með The Land of Ice and Fire og allt það og gera þetta fyrir framan alla fjárfestana og eitthvað svona og þetta hefnaðist ótrúlega vel og svo vorum við bara, hey, þú veist, bíðið bara þetta 1 lítur, við ætlum að gera 500 lítra og þarna eftir þetta vorum við bara eitthvað, ok, nú bara fjárfestarnir að fara að koma til okkar og bara takiði peningan okkar. Það reyndist ekki vera raunin og þarna eiginlega fyrst byrjuðu erfiðleikarnir. Við vorum bara í heilmiklu basli með að koma okkur af stað. Við bara vorum að reyna að finna húsnæði, ætluðum fyrst að opna í Reykjavík og það var bara mjög erfitt. Húsnæði var annarkvort algjörlega óhentugt fyrir starfsemina, allt og lág lofthæð eða viðar, gólf eða eitthvað, ég meina þú bræðir ekki hraun í timburhúsi og eða þá bara, þú veist að það var bara allt og dýrt og ég meina þetta hefur aldrei verið gert áður, ekki svona á þessum skala heiminum, þessi vísindamenn hafa verið að bræða hraun en það var gert utandyra, þarna ætlum við að vera með sýningu innanhús, þar sem við værum að halda nokkrar sýningar á dag og alltaf sami standard, alltaf jafn flott, alltaf jafn geggjað og það var eitthvað sem við þurftum algjörlega að finna upp frá grunni og þetta var bara ógeðslega erfitt og mér langar aðeins af því að talandi fjármagn og svona, að við fórum og ræddum við fullt af fjárfestum, englum, sjóðum og alls konar og þetta voru frábær samtöl og öllum fannst við reyndar svolítið brjáluð en bara mjög hugmyndarík og sniðu og fannst þetta skemmtileg hugmynd en svörin voru svolítið á þessa leið bara hei, mjög áhugavert en þú veist, þetta hefur aldrei verið gert áður þannig að þetta er kannski svolítið mikil á þetta eða hvernig vitið þið að fólk hafi hreinlega áhuga á þessu og ég bara nei, okkur fannst þetta náttúrulega geggjuð hugmynd og ég meina ég held að bara að hraun sé bara eitthvað sem almennt er svona vekur áhuga fólki, við sáum það voru á Gosinu Fagradalsfjalli, en allt í lagi þið eru brjáluð, þú veist, fá aldrei leyfi fyrir þessu, var rosalega algeng svör sem við fengum, svo bara, heyrðu, þetta er rosalega skemmtilegt, en við erum bara fjárfesta í tæknifyrirtækjum. Það var ok, dammit. Og svo, uppáhaldssvar mitt, þið eru að biðja allt á litlar fjárhæðir. Seriously? Þetta var algengasta svarið sem við fengum. Við erum að biðja allt á litlar fjárhæðir og þetta gerði okkur alltaf brjáluð. Og ég leyfi mér að spyrja og tengja svolítið við það sem að Auður var að tala um áðan, að sko, af hverju er ekki búið að stofna fjárfestingarsjóð eða styrkja sjóð, hvernig sem það er, eða hvort tveggja, sem sérhæfir sig í smærri hugmyndum. Mér finnst það bara vanta. Og það er ekki öll fyrirtæki að fara að setja 2 milljarða í að opna eitthvað. Það er bara mjög mörg fyrirtæki, eða mjög margir einstaklingar, frumkvöðlar sem hafa frábærar hugmyndir, en vantar kannski bara 50 milljónir eða 100 milljónir, skilji. Og ég held að það vanti alveg að styðja við þennan hóp. En svo gerist það loksins 2016-2017 að gæfan fór svona snúast okkur við fengum frábæran styrk frá Tækniþróunarsjóð, Rannís, við fórum að fá fleiri styrki líka, meðlans frá samtökum sunnlenskra sveitarfélaga, uppbyggingarsjóði Suðurlands, Nýsköpunarmiðstöð Íslands og fleira. Og kannski það sem að breytti mestu var að Ragnar Þórir Guðgeirsson og Hildur Árnadóttir sem að ég hafi verið að vinna með Ragnari og hún er konan hans, að þau höfðu samband við okkur, hann er úr Vík í Mýrdal og þau höfðu hug á að fjárfesta í þessu hræðilega ljóta húsi sem er einmitt kaupfélagið gamla í Vík og þar langaði þeim til þess að setja veitingastað og eitthvað fleira á laggirnar. Ég sé það, ég þarf aðeins að spýta í. Allavega og það varð og við ákváðum bara að opna þetta í Vík. Ég meina þarna er alveg bara geggja eldfjall sem heitir Katla sem er algjör risi en kannski við nútímafólki þekkjum ekki nógu vel af því að það er ekki búið að gjósa síðan 1918. Þannig að við förum á stað og við förum bara í framkvæmdir, það er bara húsið tekið í gegn og svo loksins haustið 2018, ekki vorið 2016 muniði, að þá opnum við með pomp og prakt og þá fer þetta af stað og þá byrjar hraunið að renna,
nokkur sinnum renna á hérna í Vík í Mýrdal og þarna var veitingastaður sem að opnaði með okkur, The Soup Company, og þetta var allt saman bara held ég tiltölulega vel heppnað og mjög smart. En máli náttúrulega að þau eru að fara af stað með fyrirtæki, þá raun og veru, eða nýsköpun skulum við segja, þá kannski byrja ekki alveg erfiðleikarnir fyrir nú bara komin í gang. Þarna vorum við loksins búin að opna. Þá var vegferðin raun og veru fyrst fyrir alvöru að byrja. Nú þurftum við að sýna fram á að þetta var að fara að ganga upp, að businessin var að ganga. Og eitt vandamál sem við höfum lent í var að við höfum farið örlítið okkar pínu fram úr fjárhagsáætlun varðandi stofnkostnað. Þannig að við áttum basically ekki krónu til að markaðssetja. Og við erum fjölskyldufyrirtæki eins og við erum búin að koma inn á, en við fengum kannski ekki mjög mikið af fjármagni. Þannig að við settum bara allan okkar pening í þetta, fengum einhverja styrki og svo þarna hjónin, Hildu og Ragnar með okkur í þetta. En við áttum ekki bót fyrir borun okkur, bara ef ég segi það alveg svo og við vissum ekkert hvernig við ættum að hafa okkur í þessu, en það sem hjálpaði okkur gríðarlega var að þeir þó sem fréttu á okkur og komu voru bara algjörlega bara í raun og veru yfir sig ánægðir og við fengum alveg gríðarlega mikið af bara ótrúlegum eiginlega reviewum og það hefur síðan og bara blessunarlega haldist síðan. Þannig að við erum ótrúlega hamingjusöm með það að vera að fá mjög góð ummæli og erum 2 ári röð búin að fá viðurkenningu frá TripAdvisor. Síðan, við opnum haustið 2018 og svo áramótin 2019-2020 þá leit þetta bara ógeðslega vel út. Þetta var bara ógeðslega erfitt. Við vorum bara búin að basli með að borga reikninga og þetta var bara hunderfitt. Og þarna vorum við bara eitthvað, við erum með 68% bókunarstöðu og árið að byrja. Við bara þetta verður geggjað ár. Og hvað gerðist svo? Jú, það kom COVID og eins og allir vita þá var það ekki gott fyrir ferðaþjónustuna. Ég held að ég þurfi ekkert að fara mjög mörgum orðum það. En eitt af því sem bjargaði okkur, svo ég segi það nú bara hreint út, hvað Íslendingarnir tóku í raun og veru bara að sér að fara og ferðast Ísland þetta sumar og þetta var bara frábært. Þangað til höfðu innan við 2% af okkar viðskiptavinum verið Íslendingar en þarna voru náttúrulega eiginlega eingöngu með Íslendinga þetta sumar og bara virkilega frábæra viðtökur og æðislegt. Og síðan vorum við náttúrulega ýmist með opið og lokað í gegnum þetta COVID-tímabil bara út af samkomum, takmörkunum og alls konar. Þannig að við fórum í alls konar verkefni. Við fórum fengum styrk til þess að því að það sem við bræðum í hraun í sýningun okkar sem sagt basalt. En við ákvaðum að fara aðeins að leika okkur með það að hreinlega bara framleiða eða búa til hrafntinnu. Og þetta var ákveðið tilraunaverkefni. Ég var ekki verið gert neins staðar í heiminum að okkur vitandi og tilraunin heppnaðist. Þannig að núna ef við viljum þá getum við svona on the side farið að framleiða hrafntinnu til þess að hafa sem húsa svona skreytingar, nei hvað, það þannig að talandi hugmyndirnar eins og auðvitað var að tala það eru óþrjótandi, þetta svolítið spurningum og forgangsraða verkefnum. En svona til þess að gera langasögu stutta þá bara tókst okkur með gríðarlegri þrautsegi og sjálfsögðu með hjálp frá hinu opinbera og fleirum að komast í gegnum þetta og svo núna á dögunum að þá vorum við að fá nýtt fjármagnin og nýja fjárfesta og stefnum að því að opna líka í Reykjavík, vonandi fyrir næsta sumar, 2020. Og svo kom okkur náttúrulega alveg sérstaklega mikið ánægjulega á óvart að fá síðan nýsköpunarverðlaunin, náttúrulega frábær viðurkenning og við erum alveg ótrúlega hamingjusöm með þetta. Og að því þú spurðir mig í byrjun þegar þú varst að bjóða mig velkomna, að næsta stopp Reykjavík, en það eru heitir reitur út allan heim, sko. The sky's the limit, það ekki? Þannig að bara takk kærlega fyrir mig og ég vona að þetta hafi verið fróðlegt. Þetta ekki búið að vera auðvelt, en núna maður að sjá svona bjartari tíma framundan og öll vinnan sannlega þess virði þegar að svo komið. Takk fyrir. Já, ég held að við höfum bara öll fundið hjartað og eldmóðinn og trúin á hugmyndina. Það þetta sem að kemur okkur áfram og þið ætli lengra. Þetta var
þetta var bara hvetjandi og virkilega áhugavert að hlusta á. En það var líka góð þessi hugmyndum að styrkja megi smærri fyrirtæki og mjög góð. Þakka fyrir hana. Jón Páll Hreinsson, bæjarstjóri í Bolungarvík, hann líkur hér dagskráni frá sinni heimabyggð, en hann ætlar að segja frá útsýnispallinum á Bolafjalli og ég veit ekki hvort þið sáuð Gullabyggi, ég er ekki að auglýsa kannski þáttinn, en margir tóku andköf því þetta var svo flott og bara ég segi velkomin Jón Páll, svo vel. Já, takk fyrir. Ég ætla að fá að byrja að deila skjánu hjá mér. Já, bara takk fyrir að bjóða mér að tala þetta verkefni mitt sem svona gæluverkefni. Það verður alltaf að hafa, þegar maður í starfi bæjarstjóra, þá alltaf mjög gott að hafa nokkur gæluverkefni svona á kantinum. Og þetta sem ég hafa kannski aðeins þar úr böndunum, þetta gæluverkefni, þegar ég var að keyra hendi mín og hugsaði að þetta gæti kannski verið sniðugt að hafa útsýnispall og ég sá fyrir mér svona tvær járnstangir sem voru skrúfaðar einhvern veginn í yfirborðið og myndi ná 2 metra framfyrir, síðan fór þetta einhvern veginn allt úr böndunum. Herðu, býttu nú við. Já, þetta eru bara nokkra myndir sem ég ætla að rúlla og svo ætla ég bara að segja frá þessu verkefni og framtíðarsýninni. Ég ætla samt að byrja á því að það mín heilaga skylda sem bæjarstjóri í litlu sjávarþorpi út á landi að það frábært veður í Bolungarvík í dag eins og alla aðra daga. En varðandi þetta verkefni, ég sjá þetta myndir af Bolungarvík. Við í stuttu máli þá var þetta ferlið þannig að við byrjuðum að sækja í framkvæmdasjóð ferðamannastaða. Það rauði þráður í þessu verkefni sem hefur keyrt þetta verkefni áfram. Það eru styrkirnir úr framkvæmdasjóðum. Við byrjuðum 2017 að sækja bara fyrir svona öryggismál. Síðan 2018 þá fáum við svona stærri hugmyndir og þá ég byrja strax á því að velta fyrir mér hver framtíðarsýnin fyrir þetta verkefni. Og ég er mjög áhugasamur að maður þurfi fyrst að skoða einhvers konar framtíðarsýn til þess að vita hvar maður stendur, hvert maður að fara og við byrjum á þessari kynningu sem ég er með nokkrar glærur í upphafi frá þessum upphaflegu kynningum. Og þar settum við fram strax þetta markmið að við ætlum að vera með 100.000 manns á ári á Bolafjalli og verkefni stýrist hvað þurfum við að gera til þess. Við fáum styrk 2018 til þess að fara í hönnunarsamkeppni til þess að hanna útsýnispall. Og maður lærir náttúrulega margt í þessu ferli og þetta var mörguleyti ótrúlegu grís að við ákváðum bara að auglýsa eftir aðilum sem vildu taka þátt í keppninni. Við fengum alveg ótrúlegu viðbrögð, það voru 17 alveg ótrúlega flott arkitektafyrirtæki bæði á Íslandi og erlendis sem vildu taka þátt. Ég var ekki alveg viss hvernig við ættum að gera þetta þannig að við endum með því að skrifa 17 nöfn á 17 miða sem ég setti í krukku og dró í vitna viðurvist inn á skrifstofu hjá mér. Það komu 3 fyrirtæki upp úr hattinum sem fóru þau í að hanna og dómnefnd valdi síðan þessa tillögu sem við fórum að vinna eftir. Við nýttum peninginn í hönnunina til þess að hanna pallinn og bjóða hann út. Þannig að þegar við fórum síðan í að sækja stóru umsóknina að byggja pallinn, þá vorum við með mjög góð gögn, fullhannaðan pall. Við vorum með útboð, niðurstöðu útboðs, komum með verktaka, sem var búin að bjóða fasta fjárhæð í verkið. Við sækjum á þeim forsendum og fáum þá 2020 styrk upp á 160 milljónir til að byggja hennar pall.
og ég var nú að renna yfir í morgun myndirna mínar sem ég á í fóldunum þetta verkefni og ég á eina mynd þegar þetta var tilkynnt að því ég vissi ekki að ég vissi að ég var að fá styrk en ég hélt að ég var að fá svona annan undirbúningsstyrk upp á 7 milljónir eða 9 milljónir eitthvað slags og myndin þegar ég heyrði að ég fengi 160 milljónir var mjög áhugaverð þannig þar sem að svipurinn var þannig veist, hvað í fjandanum á ég að gera núna því ég verði að klára þetta verkefni sem að ég var að hafi kannski svona innst inni vonaðist til þess en var ekki alveg viss að ég gæti nokkuð sem að gert en þá er ekkert annað en að fara á stað og þar eru margir sem töluðu undan mér töluðu sko vandræðan við að framkama eitt að fá hugmynd eitt að hanna en vesinni við að framkama og búa til útsýnisspall í 630 metra hæð alveg ægilegt vesinn og ég hef aldrei trúið hvað þetta rauninni tók á allt hjá okkur bæði fjárhagslega, skipulagslega samskipti við ýmiss konar verktaka opinberar stofnanir og svo framvegis en kannski það sem að stendur upp úr að við vorum ótrúlega heppin með aðila að þessu verkefni og ég stundur sagt að þetta verkefni er komið á þann stað sem er komið í dag því við vorum bara það heppin að hafa úrvalsfólk á öllum stigum málsins. Við vorum með frábæra arkitekta, með þetta segja arkitektar og landmótun með okkur í þessu. Við vorum með þetta aðalega eins og þarna á myndinni sem að voru svo vinsælir að setja á sig öryggisbelti og snúrur þegar menn voru með myndavélarnar en yfirleitt nefndur ekki að hafa fyrir því að setja það á sig. Þeir eru alveg snaruglaðir og síðan bara rann þetta í gegn með alls konar vesinni sem ólangt mál að fara kannski í gegnum og alls konar vesinni og leyfismál og fjölmiðlamál og alveg geðveikt vesinni. Ég alveg að trillast á þessu. Ég segi það bara eins og en svo þetta bara eins og með svona verkefni og ég bara svona tengdi svo við þetta sem að var að tala undan. Þetta bara alls konar vesinn en síðan bara eins og var sagt episkur endir á erindinu bara let's go, það verður bara að keyra þetta áfram og ekki gefast upp og þetta langhlaup og svo erum við bara komin á þennan stað. Núna í haust, bara 1 mínútu áður að byrja að snjóa, þá skrúfum við síðustu grindin í pallinn og núna er ég allt í einu komin á þann stað að við erum með þennan pall, hann er búinn að vekja mikla athygli. Við erum með margar ferðaskrifstofur, margir ferðaþjónustu aðilar, bæjarbúar, það allir mjög spenntir fyrir þessu. Við erum með gríðarlegt tækifæri í höndunum. Það sem að mér hefur fundist samt einna áhugaverðast vegna þess að þetta snýst alltaf að selja svona verkefni. Það fyrst og fremst verið mitt hlutverk, selja svona verkefni. Selja verkefni fyrir þá sem að leggja í þetta pening, selja verkefni að verktaka vilja taka þátt í þessu, að bæjarbúar vilja styðja við þetta, að kjörnir fulltrúar hafa áhuga á þessu. Ferðaþjónustan komið síðan með þjónustuna sem kemur í framhaldinu. Það sem að erfiðast og hefur verið erfiðast hins vegar að tala framtíðarsýnina og að skipuleggja framtíðina. Því að pallurinn einskis virði ef hann bara situr þarna og ekkert sem fylgir. Og það sem ég standi frammi fyrir núna að velta fyrir mér hvernig fæ fjármagn til þess að fara í stefnumótun og taka þessa framtíðarsýn 100.000 manns á ári og breyta henni í rauninni aðgerðir á stærri skala heldur en bara pallurinn. Hvers konar þjónustu erum við að fara að bjóða þarna uppi? Erum við að fara að rukka inn? Erum við að fara að rukka upp veginn? Erum við að fara að rukka bílastæðið? Erum við ekki að fara að rukka neitt? Hvernig með aðra þjónustu í bæinn? Hvernig erum við að fara að skilgreina? Við sjáum rauðu hringina. Hverjir eru staðinir í Bolungarvík sem maður þurfa að fylgja eftir? Við erum búin að fara í gegnum aðalskipulag. Og aðalskipulag gerir ráð fyrir því að við ætlum að breyta Bolungarvík og Bolungarvík er klárlega hluti af því
sem við ætlum að nýta okkur til að breyta Bolungarvík. Við ætlum að breyta skipulaginu, við ætlum að færa til miðpunktinn í bænum, við ætlum að tengja hann betur höfninni, við ætlum að auka framboð þjónustu og ég var að segja það að hérna, þó þetta kannski allir sé ekkert endilega sammála því að spenntu fyrir því að þetta verkefni á Selfossi þar sem að menn sko fóru á stað og byggu til nýjan miðbæ, það einhvern veginn svona, ég var alveg geta að nota það til þess að auka tiltrú á því að við getum nýtt þetta verkefni og þetta nýsköpunarverkefni á Bolungarfelli til þess að breyta Bolungarvík og það klárlega það sem að við ætlum að gera en það einhverja hluta vegna takmarkar áhugið til þess að svona fjármagna stefnumótun á þeim skala og þar ég staddur akkurat núna. Hvernig á ég að útvega fjármagn til þess að skipuleggja áfangastaðinn og búa til þetta vörumerki sem að nauðsynlegt að búa til á Bolungarfelli því að útsýnispallurinn einn og sér ekki nóg, heldur við þurfum sterka framtíðarsýn, sterkt vörumerki til þess að breyta Bolungarvík og það mitt hlutverk, breyta samfélaginu. Ég held að minn tími sé búinn. Takk fyrir mig. Takk kærlega, Jón Páll. Gaman að heyra þig segja frá þessu litla gæluverkefni, svo kallar það í upphafi, en þetta áhugavert og eins og þú segir, bara eitt púsla mörgum, áhrifin og framtíðarsýnin fyrir svæðið, spennandi. Og ég segi bara gangi ykkur og okkur öllum vel í þeim verkefnum sem við erum í, en það var, sko við erum komin aðeins fram yfir tíman, en þetta bara, ég segi fyrir mig, mér finnst þetta virkilega áhugavert og svona eins og ég sagði áðan hjartað og eldmóðurinn og þetta þarf alltaf að fylgja með og ég segi bara enn og aftur takk kærlega fyrir, ég bauð upp á spurningar, það enn sem komið ekkert komið en það við líka komið fram yfir tíman en mér langar hins vegar að ég nefndi það áðan þessi jákvæð áhrif sem nýsköpun getur haft á starfsfólkið, mér langar aðeins að fá kannski bara eftir fundin svör frá okkar fyrirlesurum og við setjum það hjá Hæfnisetrinu inn á Facebook síðuna, þannig að okkur svona til upplýsinga. En ég minni á heimasíðu Hæfnisetursins, hæfni.is, þar eru allskyns tæki og tól og góð ráð fyrir ferðaþjónustuna, en ég segi takk kærlega fyrir í dag og þangað til næst. Bless.